Hvað þetta? Já, velkomin að Rauða borðinu. Við ætlum að ræða í kvöld bankasöluna og áhrif hennar á stjórnmálin og kannski samfélagið. Hvað að gerast? Hingað komin 2 þingmenn, það Björn Leví Gunnarsson og Helga Vala Helgadóttir. Hérna líka fulltrúi verkalýðshreyfingarinnar, Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR og Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir sem ein af þeim sem hefur talað á Austurvelli. Sem að samkvæmt Ólafi Harðarsyni sem ég var að ræða við hérna í gær eiginlega helsta breytingin í stjórnmálum frá hruni að Austurvöllur orðið svona powerbase einhvers konar. En reyndar Ragnar hefur líka talað á þeim mótmælum. Herðu, verið allt velkomin. Hérna, þetta nú svona, í stundum í þessu þáttum verið að spyrja svona hvað bankasalan stórt mál? Hvað vorum að hafa svona miklar afleiðingar? Ef maður byrja á þér, Ragnar, það verður komið fram í könnunum, svona áhugavert kannski í gær að í Gallup að þá hafði Sjálfstæðisflokkur aldrei farið neðar heldur en í mælingunni sem var gerð allan aprílmánuð og þannig að ef það eitthvað mælikvarði þá þetta stærra en hrunið og stærra en Panamaskjölin og stærra en Samherjaþátturinn sem eru svona önnur fyrirbrigði eða hneyksli eða eitthvað slíkt sem haft áhrif á fylgi Sjálfstæðisflokksins. Hvað upplifðu þú að bankamálið sé stórt mál, Ragnar? Þetta náttúrulega bara risastórt mál og ef að kannar þetta kannski gefa í kynna einmitt algjört fylgisraun þeirra flokka sem að mynda ríkisstjórnina mjög stuttu eftir mikinn sigur þeirra í síðustu alþingiskosningum. Og ég held að sé alveg ljóst og það staðfestir þá líka að það verður þeim mun erfiðara að koma þeim frá af því að ef að verður boðað til annarra kosninga þá blasir náttúrulega við að þessi flokka muni bíða algjört afhroð. Þannig að þetta mun hafa miklar afleiðingar og sérstaklega í ljósi þess að þetta hafi verið líka forgangsröðunin að selja bankann þegar að þjóðin í sjálfu sér í sárum eftir heimsfaraldur og síðan áhrifana sem að stríðsátökin í Úkraínu eru að valda, bæði á bara verðbólgu í heiminum, vöruskort, hækkun á hrávöru og síðan bara miklum verðlagshækkunum og mikilli óvissu að þetta hafi verið forgangsröðunin bara í sjálfu sér eitt og sér bara vítavert og svo kannski annað í þessu líka sem að við höfum verið að skoða að nú hafa bankarnir náttúrulega verið að reyna að vinna sér inn traust almennings eftir hrunið sýna að þeir séu farnir að hugsa eitthvað öðruvísi en það sem að gerist eins og með Íslandsbanka sem að að sjáum sölu á þessum hlutum að hluta til að þarna er starfsmönnum bankans úthlutað mjög takmörkuðum gæðum og mér finnst það líka vera eitthvað sem hefur ekki verið mikið rætt í kringum bankasöluna að í eftirmálur hrunsins að þá náttúrulega kom það í ljósa að þar voru og það náttúrulega vita allir sem að eitthvað hafa verið að grafa ofan í spillinguna að útvaldir fá úthlutað takmörkuðum gæðum. Þetta er oft engir snillingar, þetta er bara handvaldir einstaklingar sem fá að græða í skjóli sambanda og í skjóli klíkuskapar og svo framvegis. Mér finnst þetta ekki hafa verið rætt nægilega mikið, það er rauninni bara framkoma stjórnenda Íslandsbanka það sem að, eins og ég sé, starfsmönnum var hann að úthlutað mjög takmörkuðum gæðum og við höfum til dæmis í VR sendt bréf á bankastjóra Íslandsbanka og ég veit að fleiri lífeyrissjóðir hafa hugsað það sama hvort að þetta sé í rauninni þangagangur inn í bankakerfinu ennþá sem að virðist vera. Og heldur þá hafi það áhrif að hvað? Að þau sem stóðu að þessu útboði í Íslandsbanka hvað? Bái á sig
kæru, missi vinnuna, viki til hliðar eins og sagt Hvað, sérðu ykkur afleiðingar þarna? Já, í það minnsta hljótum við að skoða það sem stéttarfélag sem eru með viðskipti við bankann og þetta eru umfangsmikil viðskipti. Við erum með töluvert mikla sjóði sem við erum með í stýringu bæði í bankanum og svo öðrum fjármálastofnunum og sömuleiðis lífeyrissjóðurinn okkar sem hérna í viðskiptum að við hljótum að hugsa stöðu okkar innan bankans ef að bankin útdeilir takmörkuðum gæðum til útvalinna starfsmanna en ekki sinna dyggustu viðskiptavina. Þó að þetta sé náttúrulega ekki kannski aðalmálið og þá þetta bara virðist vera ennþá viðtekið venja í bankakerfinu að hygla útvöldum á kostnað hinna. Þannig að það eru fleiri hliðar á þessu. Helga Vala, afleiðingar af þessu máli, hver geta þær orðið? Já, það virðist fara eftir því hvort þú ert stjórnarþingmaður eða stjórnarandstöðu. Það verið að þyrla upp mjög miklu ryki þessa dagana inn í þinginu og í almennri umræðu. Ég held að það sé óhjákvæmilegt með öllu að þetta mál muni sofna núna á næstu 2 vikum fram að kosningum eins og ríkisstjórnin að vonast til. Ég held að þetta mál sé ekki að fara neitt og ég held að það sé óhjákvæmilegt að það hafi afleiðingar. Fjármálaráðherra ber alla ábyrgð á þessu máli, ekki bara sem ráðherra málaflokksins, heldur það beinlínis bundið í lög sölumeðferð á eignum ríkisins í fjármálafyrirtækjum aftur og aftur. Þannig að hann getur ekki skotið sér undan því. Nú hafa hann ekki verið að sinna þeim verkum, þá það auðvitað vanræksla. Þannig að ég sé ekki hvernig þetta á ekki hafa afleiðingar. Ég held þó að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekkert endilega vanur því, þá held ég að það sé bara algjörlega óhjákvæmilegt. Björn Leví, má ég spyrja þig að þessu sama? Hvað gerist í framhaldinu? Já, bara mjög góð spurning Það alveg óhjákvæmilegt að það þarf að skoða bæði lagalega og pólitíska ábyrgð fjármálaráðherra og gera ekki lítið úr lagalega hlutanum. Því að það alveg mjög skýrt í öllum gögnum málsins að lokað útboð var að ræða. Þau reyna að þvæla það eitthvað með opið meðal hæfra fjárfesta, sem náttúrulega bara algjört bull. Það eru sumir svengir hringingu og aðrir ekki. Það voru mismundi aðilar sem voru skertir mismundi mikið með svona huglægu mati bankasýslunnar sem það náttúrulega ráðherra sem að standa að sölunni. Þetta allt alveg mjög skýrt og hagsmunaáreksturinn þannig mjög skýr. Það bara ekki hægt að víkja sig frá honum nema, og þarna kemur lykilatriðið það hvað gerist, nema að ríkisstjórnarflokkarnir einfaldlega komi fjármálaráðherra í skjól. Bara neiti að láta skoða lagalegu hliðina og meira þess að pólitísku hliðina á þeirri ábyrgð sem að fjármálaráðherra getur borið á þessu máli. Og það eru nokkra leiðir til þess að tryggja það, eða allavega mögulega, að ráðherra verði látin sæta þeirri rannsókn sem að þarf til þess að skoða lagalega og pólitíska stöðu hans. Það að mæta á mótmæli, það ekkert flóknara það, og með því einfaldlega að gefa þessum flokkum ekki atkvæði í sveitarstjórnarkosningum. Því að eina tungumálið sem að þessir flokkar tala völd og atkvæði veita þeim völd. Og ef að völd eru tekin frá þeim, þó að þessi á öðru stjórnsýslustigi, að þá neyðast þau til þess að hlusta. Það ekkert flóknara í þessu nákvæmlega þetta. En á fundinum sem var sýnt þess að þú varst að spyrja Bjarna,
að þá talaði hann einmitt svona út frá þessu að það væri atkvæði greitt í þingi sem að raunverulega breyttu öllu, að það sem að hann hefði fengið fleiri atkvæði en flestir og þar með þú, að þá hefði hann einhvern veginn fengið sakleysisvottorð gefið af kjósendum. Þannig ef það er þannig að þessir flokkar, einn af þeim eða allir þrír, fái ágætis kosningu, sveitarstjórnarkosningunum, að þá er það samkvæmt þessum lögmálum syndakvittun, þá er bara þjóðin ánægð með bankasölumálið. Samkvæmt þeirra skilningi á því hvernig lýðræði virkar, en almennar kosningar eru dálítið mikið flóknar en það náttúrulega. Ég bara þori að veðja, ef þú spyrð rauninni þjóðina samanburð á nokkurn veginn bara hvaða tveimur stjórnmálamönnum sem á þingi, miðað við Bjarna, að þá mun hann í öllum tilfellum tapa í vali á milli tveggja einstakra þingmanna. Þannig að eins og hefur komið fram í skoðanakönnunum, honum vantreyst mest af öllum. Þó hann fái flest atkvæði, að þá eru líka samt flestir sem að vilja hann alls ekki. Og það er staða sem að við verðum að taka alvarlega. Það er alvarlegt fyrir lýðræðið ef að þau sem eru í valdastöðum, ef að þeim vantreyst. Það þýðir það til dæmis að þegar að ráðherra kemur og segir, herðu, ég er búin að fá ríkisendurskoðun í þetta til þess að skoða málið. Bara af því að það er stjórnmálamaður sem að fólk vantreystir, þá vantreystar það því ferli sjálfkrafa. Það þýðir ekki að fólk vantreystir ríkisendurskoðun, bara einmitt að hann snerti þetta. Það er vandamál. Nú áttu við að Bjarni sé eiginlega búið að svona lýsa stjórnmálamanni sem er eiginlega svona lifandi dauður. Það er eiginlega sama hvað hann gerir, að það er túlkað allt illa. Já, hann kemst ekki hjá því. Ég meina, hann er með sterkan bakgrunn, þú veist, margra atkvæða sem alveg diggir fylgjendur, en miklu stærri hóp sem bara ekki séns að hleypa þessum manni til valda. Sá hópur dreifist síðan á milli margra flokkar. Það er bara þannig sem lýðræði virkar. Ólína, hvernig munum það, hvað afleiðingar hefur bankasalan og þetta hneyksli sem hún er? Það er nú svolítið erfitt að segja hvaða afleiðingar endanlega þetta mun hafa, en þetta má eiginlega ekki hafa aðrar afleiðingar en þær að Bjarni Benediktsson segi af sér. Og þá er ég ekki bara að tala gagnvart erfiðri stöðu flokksins núna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga þegar farið að hitna undir Bjarna vegna fylgistaps í sveitarstjórnarkosningunum. Heldur er ég líka að tala það bara vegna okkar sem samfélags. Það bara má ekki viðgangast lengur að menn gerist samdauna svona spillingu og láti hana viðgangast. Og ég verði eiginlega að segja svo að mér er hálf misboðið að horfa á álitsgjafa, málsmetandi fólk koma fram í fjölmiðlum ítrekað þessa dagana og segja, já, Bjarni segur, hann mun standa þetta af sér. Hvers konar gildismat það eiginlega? Hérna náttúrulega sterkur grunur og allt útlit fyrir að lög hafi verið brotin og að Bjarni eigi að svara til saka bara að standa fyrir máli sínu samkvæmt lögum ráðherraábyrgð. Þann hluta málsins þarf auðvitað að rannsaka, ekkert sjálfsagðara en að það sé gert. En hin hlið málsins sem hin pólitíska ábyrgð sem svo himinhrópandi skýr, að hana þarf ekkert að rannsaka frekar, það þarf ekki að skoða þannig frekar. Það var faðir fjármálaráðherrans sem keypti hluti í þessari sölu, það voru flokksfélagar hans, vinir og vandamenn, það voru sölu aðilarnir sjálfir, vinir þeirra, eiginkonur og vandamenn. Það brugðust nánast öll markmið sem sett voru opinberlega fram í aðdraganda sölunar það hvað þetta nást fram með henni. Allt þetta brást og það er svo augljóst að þetta mál áfellisdómur, pólitískur áfellisdómur yfir ráðherranum sem á endanum
hinn ábyrgi aðili, veldur hver á heldur, segir máltækið. Þannig að mér finnst honum alls ekki vera sætt í ráðherrastól og ég held sko að það væri öllum til góðs að hreinsa andrúmsloftið núna og að maðurinn segði af sér, þannig líka að samfélagið sæi það að svona fúsk og svona spilling, hún viðgengst ekki átölulaust og ekki án afleiðinga. Og það segja að samfélagið væri betra á eftir ef að Bjarni myndi segja af sér. Já, ég vil meina það, að það skiptir máli fyrir samfélagið að svona lagað verði ekki látið viðgangast. Það skiptir okkur máli. Við erum í 14 ár, það eru 14 ár frá hruni og allan þann tíma hefur verið unnið linnulaust af því að reyna að endurvekja traust í samfélaginu. Það varð alveg rosalega mikið roð og áfall sem dundi yfir okkur þarna 2008. Ekki bara efnahagslega, heldur líka bara sem svona bara sálrænt séð fyrir okkur sem samfélag. Og síðan hafa stjórnvöld verið að reyna að endurbyggja traust. Og traust alveg gríðarlega mikilvægt í öllum stjórnmálum og bara varðandi bara samheldni í samfélagi, sátt löggjöf, sátt framkvæmd, stjórnarframkvæmdir og svo framvegis. Og það fjöreggið sem allt veltur á. Og nú hefur því verið kastað á loft og ef það fellur brotið til jarðar, þá ekki gott að segja hvaða áhrif það hefur inn í framtíðina, fyrir stjórnmál framtíðarinnar og bara hreinlega fyrir bara andrúmsloftið og öryggið í þessu samfélagi til lengri tíma. Ragnar, Ólína var að vitna í álitsgjafa sem hefur verið í þáttum að tala að Bjarni myndi svona standið af sér og Bjarni verið svo segur og þetta svona minnir á það sem Trump sagði sjálf á sig, hann geti labbað niður Fifth Avenue og skotið eitthvað og kemist upp með það. Bjarni með þá stöðu í íslensku samfélagi, hann kemst upp með það af því að hann hvað, ég veit ekki, engeingur formaður Sjálfstæðisflokksins. Sumir segja hans svo myndalegur, hávaxinn, tall, dark and handsome eins og sagt að hann komist upp með allt. Það þannig í íslensku samfélagi að Bjarni Benediktsson kemst upp með allt? Ekki lengur held ég. Ég held að ég hefði getað tekið undir þessi sjónarmið fyrir kannski einhverjum árum síðan en ég held að þeir dagar séu bara taldir. Ég held að þolmörk þjóðarinnar sé bara ég held að þol okkar fyrir svona spillingamálum sé bara á þrotum komin og líka það bara að horfa upp á þessar svona dapurlegu yfirhylfingar og yfirbreiðslur í fjölmiðlum einmitt af álitsgjöfum og síðan þessum hrokaspilum sem að fjármálaráðherra eða Bjarni hefur verið að spila út að tala svona niður til þjóðarinnar eins og hefur oftar einu sinni oftar en tvisvar komist upp með að ég held að þetta sé bara upphafið að endinum á hans pólitíska ferli og ég trúi því og vona það að fólk fylgi eftir þeim krafti sem hefur verið að koma í mótmálunir á Austurvelli. Þetta tekur tíma að svona að þjappa þjóðinni saman og ég held á einhverju tímapunkti að þá sjóði upp úr takin ekki ákvörðun að stiga til hliðar og þetta alveg eins til dæmis eins og við höfum verið að heyra bara núna í dag og síðustu daga að varandi vaxtahækkanir eða yfirvofandi vaxtahækkanir Seðlabankans fjölmiðlar tala bara við aðalhagfræðinga bankana eða fólk sem starfar í lykilstöðum innan bankana sem hafa aftur mest að haga því að auka hér vaxtamun og hækka hér vexti. Þú veist, ábyrgð fjölmiðla mikil í þessu máli og þeir hafa algjörlega brugðist á mörgu leyti og ég held bara og vona það að fólk sé farið að sjá í gegnum þetta og við bara ef hann hefur ekki frumkvæðið að segja sig sjálfur þá bara látum hann gera það og höldum áfram að fyrta það með því að mæta á Austurvöll og hvernig laugardegi. Fram á haust það. En finnst þér að fjölmiðlar hafi brugðist í málin umfjöllun bankasölumálið? Ertu að segja það eða varstu bara að tala um vaxtahækkunina? Nei, bara bæði vaxtahækkunina og í þessu að mörgu leyti að sko
þetta svo alvarlegt mál. Þú veist, þarna verið að úthluta almenna eigum á einhverjum vilda kjörum. Ég held ég hafi nú verið með þeim svona fyrstu sem að kannski stigu fram og kröfðust þess að það myndi segja af sér. Eða svona með þeim fyrstu held ég og líkti þessu við það ef ég myndi selja sumarhús í eigu VR á undirverði til einhverja útvaldra og meðal annars föður míns og útdeila einhverju slíkum gæðum, takmörkuðum gæðum og sem að einhver gæti grætt verulega á. Að mér ekki stætt lengi embætti. Við þurfum bara að fara að tala hlutina í því samhengi sem þeir eru raunverulega. Það alltaf verið að reyna að skreita þessar hluti og setja þá í eitthvað samhengi sem er rauninni bara súrt eiginlega. Það er svona verið að réttlæta það að það sé bara í lagi að gefa ríku fólki, eins og til dæmis fyrsta útboðið var. Þarna voru mjög gríðarlegir fjármunir sem að fóru yfir til efnameira fólks. Megin þorri þjóðarinnar hefur ekki fé á milli handana til þess að taka þátt og ekki kannski þá innsýnin í fjármálamarkaði að hafa kannski þekkingu eða getur til þess að taka þátt í að kaupa hlutabréf á niðursetti verði. Þannig að það er alveg klárt mál að þarna búið að útdeila tugum milljarðum af verðmætum þjóðarinnar út til lítil hóp fólks og alveg sama hvort þú verður að selja vörur undir borðið eða úr verslun eða hvort að ég sem formaður stærsta stéttarfélags á landinu væri að selja eigur félagsins á undirverði til einhverja sem ég þekkti eða einhverja kunningja mína. Ég kæmist bara ekkert upp með þetta og akkur ætti fjármálaráðherra að komast upp með þetta og í rauninni ríkisstjórnin. Helga vel að þið eru öll saman að Bjarni eigi að fara. Það kemur kannski eitthvað óvart. En hver getur rekið hann? Ég meina, sumir halda að þessi fólk á Austurvelli sem getur rekið hann, almenningu getur rekið hann. Ég veit ekki með verkalýðshreyfinguna, hvort að hún er gerað kröfu eitthvað slíkt, hvort að hún sé af til þess, stjórnarandstaðan á þingi, ég veit það ekki. Er nokkur annar sem getur rekið hann heldur en bara félagar hans í Sjálfstæðisflokknum? Það hefur nú oft verið talað það að þá fyrst fjari undan þegar flokksfélagar eru farnir að krefjast þess að samstarfi sé slitið. Við höfum dæmi þess. Það er alltaf verið að vísa í það að ef einhver krefst stjórnarslita þá muni viðkomandi vera kastað á gleymskuhauginn eins og varð með Bjarta framtíð 2017 þegar þau stóðu í lappirnar í sínum prinsipum og slitu ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. En þá vil ég minna á þegar að félagar í Samfylkingunni stóðu í lappirnar 2009 og samþykktu ályktun í Þjóðleikhúskjallaranum slit ríkisstjórnarinnar. Samfylkingin hvarf ekkert af sjónarhliðinu við það. Bara þvert á móti, sko. Ég fékk bara mjög góða útkomu úr kosningunum og marga feiki góða þingmenn í þeim kosningum. Þannig að það er ekkert náttúrulögmál að þú verður að ríghalda í þetta ónýta hjónaband. Hann situr í skjóli meirihluta þingmanna og það eru þingmenn Vinstri grænna, þingmenn Framsóknarflokksins sem að verja hann. Það er þannig. Og það er alveg sama með rannsóknarnefndina sem við höfum verið að berjast fyrir. Þá hafa iðulega komið fram þingmenn Vinstri grænna og sagt að við fyrir fram með ósannindi að þau vilji ekki rannsóknarnefnd Alþingis til þess að fara strax og rannsaka málið. Því þetta er ekkert sérstaklega viðamikið. Þetta er afmarkað bæði í tíma og verkefni. En þá höfum við bent Vinstri grænum á það að ef þau kæmu með okkur í lið að samþykkja rannsóknarnefnd þá værum við með meirihluta fyrir því. Ef þau myndu velja það að fylgja ekki bjarnaða málum heldur þeim sem að vilja að alvöru rannsókn fari fram á málunum. Og þá erum við að tala rannsókn sem að lítur að bæði siðferðislega þættinum og auðvitað lagalega þættinum og allt þar á milli með alvöru rannsókn. Þannig að ég bara minni á það að Bjarni situr á meðan að hann
hefur meira hlutan á baku sig. Og þar eru Vinstri græn og Framsókn sem að bera ábyrgð á því. En þau Vinstri græn segjast vilja fá þessa rannsóknarnefnd. Heldur að hún skipti höfuðmáli í þessu? Heldur að máli snúist það, hvort að þetta verið rannsakað af rannsóknarnefnd Alþingis? Maður heyrir það stundum, til þess þegar maður er niður á Austurvelli í mótmælunum að mörgum finnst það bara, það þarf ekki að rannsaka þetta, sko. Maður ná bara að fara, ég heldur þess að Björn Leví hefur sagt það, þú veist. Maður sem að selur pappa sínu banka og bara fara. Já, sjálfsögðu. Nei, rannsóknarnefndin, það er ekki skilyrði að rannsókn sé lokið til að hann fari. Það blasir við að hann þarf að fara. En við þurfum samt að rannsaka málið. Við þurfum að gera það líka, en hann verður að fara. Það er engin efi. Já, herðu, Björn, hvað nú er þingið í hléi út af sveitarstjórnarkosningum, svo kemur það saman áfram, eitthvað tíma, ekki langa tíma. Getur aðeins frætt okkur á því, hvernig er horfur á því að hvernig þetta mál farið til umræðu í Alþingi? Já, það verði ekki sem minnst af hálfu stjórnar þingmanna. Bjarni sagði til dæmis í útvarpi síðustu helgi að hann skorðaði sér hvergi undan því að mæta og tala málið. Daginn eftir að þá var einmitt sérstaklega umræða á þingi, eða munnleg skýrsla á þingi, þar sem hann flutti stuttaræðu, kortið 20 minna ræðu, fór í eitt andsvar og lét ekki sjá sig síðan næstu 10 klukkutímana í umræðin. Það var náttúrulega vilja hans til þess að koma og ræða málið til hlítar. Jú, svo kom hann á opinn fund fjárlaganefndar af því að nefndin krafðist þess. Það er bara í þingsköpum, þannig að hann hafði svo sem ekki neitt annað að velja. Það verður mánuður eða svo, það sem eftir lifir þings, og það þarf að afgreiða ýmis mál. Og þetta það verður flókið. Maður veit að stjórnarþingmenn vilja bíða eftir rannsóknir bæði ríkisendurskoðunar og fjármálaeftirlits. Og ég giska á að það verði dálítið svört skýrsla frá báðum aðilum. Ég ætla að giska á það. En hún einblínist öll á í rauninni hlut söluaðilana og bankasýslunar. Það verði í rauninni ekkert horft til þáttar fjármálaráðherra í þeim athugunum. Lítið sem ekkert og svona glossaði yfir það. Því að það er til dæmis svona hluti af orðræðinni að það sé verið að gera rosalega lítið úr þessum hluta sölunar sem að vafi leikur á að hafi farið samkvæmt reglum og verið að gera lítið úr á þann hátt að hann sé svo lítill hluti af allri heildinni. Það er bara einhver 0,1, þetta eru brotu prósentum sem er verið að selja þetta og það sé þess vegna allt í lagi að hafa þarna mögulega spillingu og svo framvegis. Maður spyrir náttúrulega móti hversu lítil þarf spillingin að vera til þess að maður bara sleppi algjörlega. Er til einhver svoleiðis lágmarkstala? Var ekki heppilegt þá að hafa það viðmið, þannig að maður myndi vita alltaf að þeirra sjálfstæðarflokkar að vera að selja, að þá hefðu þau bara svona spillingar, svona hluta sem þau getur bara úthlutað meðal vin og vandamann og það verður allt búið. En það er að sjálfsögðu ekkert svoleiðis. Þannig að við skulum hafa það alveg á hreinu, að það skipti ekki máli þó að pappans var bara að kaupa þarna einhverja rúma 50 milljónir en ekki 400 milljónir og það hefði verið jafn alvarlegt að hann keypti 1 milljón. Þar erum við í þessu máli og eina leiðin til þess að koma því til skila til þeirra sem eins og Helga Vala segir, þingmanna sem eru að verja Bjarna fyrir rannsókn í þessu, að koma því til skila með atkvæði sínu í sveitarstjórnarkosningum. Það er erfitt af því að þetta er náttúrulega fólk út allt land og fólk þekkist persónulega og kannski vill ekki, það er alveg sagt að Íslandsbankasalan kemur þeim ekki við, en þetta eru samt formenn þessara flokk. Já, en má ég spyrja það þessu að því að Hildur Björnsdóttir í Reykjavík hefur talað þetta, að hún sé orðið þreytt á því að svara fyrir Landsbankasöluna. Hún í þessu flokki og þetta er formaðurinn hennar. Er þetta alveg rétt hjá henni að segja að hvart undan því að kjósendur vilji bara ræða verðum þetta? Er þetta ekki með þetta í sjálfstæðarflokknum að þá náttúrulega verða ábyrgð á þessu með því að vera þar? Þú getur gengið úr honum. Maður veit ekki alveg svona, þú veist, þetta finnum maður til með það því að hún haft ekki sök á þessu. Nema það að hún náttúrulega gekk í þennan flokk sem er landsfrægur og frægur út víða heim fyrir að vera spillingaflokkur. Þannig að maður finnur ekki alltaf mikið til með henni en maður er svona pínlítið.
Nei, þetta ástæðan fyrir því að við höfum alltaf sagt fyrir kosningar hérna Píratar að við erum ekki að fara inn eitt meirihluta samstarf með Sjálfstæðisflokknum því að við vitum að eitthvað svona muni gerast. Það er óhjákvæmilegt í þeirri menningu sem að Sjálfstæðisflokkurinn stendur að og allir sem að bjóða fram vinnu sína til þess að ná markmiðum þessa flokks eru að kvitta undir það að þetta gerist. Það þýðir ekki að allt sem þau gera sé ómögulegt, heldur það að þegar að tækifæri til að þá gerist svona, þá gerist spilling. Og þau þurfa að svara fyrir það. Allir þurfa að svara fyrir það. Kjósendur þeirra eru runni líka. Og það er bara ekki þetta að fela sig á bakvið, það var svo rosalega mikið að verðmætum selðarna, við græddum svo rosalega mikið. Það er ekki afsökun fyrir spillingu. Og gróðinn meiri er minni heldur en sko andvirði bankans. Það er eitt sem við komumst að hérna þegar Lilja kom í umræðinar í þinginu að sem sagt, hún benti mitt á það að bankin var skráður á 185 milljarða árið 2016. Eigið fé hans var metið. Og rauninni meira 198 milljarðar í loka ársins. Og það er á núverðið 230 milljarðar. Við erum að selja bankan miðað við frumútboðið og núverandi gengi á 210 milljarðar. Bankin er verð minni núna heldur en að var þegar ríkið fékk hann. Og það er mikilvægt af því að við fengum bankan upp í stöðugleikaframlög. Við fengum hann af því að þau skulduðu okkur. Ef að bankin var ofmetinn til dæmis, þá skulda þau okkur ennþá meira. Þá fengum við ofmetna eign til okkar. Það er náttúrulega gengur ekki. Það er annað það, eða þá að bankin hefur rýrnað í virði, en ekki aukist í virði eins og þau eru að reyna að telja okkur trúur. Þess að hluti af allri þessi sjónhverfingu sem slá á reiki augun á fólki það hvað málið snýst í raun og veru það snýst það að þetta var lokað útboð, þess að huglegt mat var notað til þess að greina á milli kaupenda og fjármálaráðherra seldi fjölskyldumeðlim einn af þeim hlutum. Herðu, Ólína, nú býst ég við að fólk sem að hneykslast á bankasölunni, það gerir það ýmsum forsendum. Við getum tekið alveg frá því að það kom fram í hvítbókinni á sínum tíma sem að Bankasýslan bjó til að 61% almennings var sáttu við það að ríkið ætti banka en bara 14% vildu að ríkið seldi sinn hlut, taldi að vera ómögulegt að ríkið væri eigandi af bönkunum. Síðan er það sem að Ragnar hefur bent á og við vorum aðeins að tala með Björn verðmætið á bankunum. Það er engin vandi að færa rök fyrir því að þeir sem hafa keypt það í þessum tveimur útboðum hafi fengið svona 30-40 milljarða í afslátt. Við getum bætt við það þegar það liggur fyrir stefna hjá bankunum að greiða út 70 milljarðar til viðbótar í arð. Þannig að það má halda því fram með ágætisrökum að þeir sem keyptu verið séð að kaupa það á hálfvirði miðað við hvað bankin er metin á. Og það er þetta að trappa sér svona alveg niður og þannig að komin að flugöldunum sem að Bankasýslan þáði, verðbréfaguttarnir sem voru að hringja í drykkjufélaga sína og selja þeim hlut. Á hvaða skala er þetta mál? Hvað ef ég væri nýkominn til landsins, hvað myndur ráðleggja mér? Yfir hverju ætti ég að vera reiður og hneykslaður? Er það út að bara málinu alveg frá upphafi eða var máli gott í upphafi, gott að selja bankan en svo klúðraði einhverju 3 verðbréfaguttar einhverju í lokin? Sko, í sjálfu sér er spurningin eignarhald almennings á bankanum, það er bara pólitísk spurning. Og sko, það geta verið algjörlega lögmætt og réttlætanleg sjónarmið á bak við það að selja hlut ríkisins í bankanum. Það er ein umræða. En það sem þetta mál aftur á móti afhjúpar og kvarnast sem er svo átakanlegt, það er hinn rótgróna, djúprætta spilling í stjórnkerfinu og stjórnmálunum sem þetta mál afhjúpar. Og líka kannski það sem er ekki síður uggvekjandi ef þetta fær að viðgangast, hversu djúprætt spillingin er líka í svona þjóðarsálinni ef að fólk sér ekki hvað þarna er brotið. Mér langar að nefna bara eitt dæmi sem allir virðast vera búnir að gleyma en setur þetta mál svolítið í samhengi og það er til dæmis þegar lætin urðu vegna þess að Bjarni Benediktsson braut COVID-reglur í einkasamkvæmi í Ásmundarsal í fyrra.
Það var nú eitt að ráðherrann skyldi vera á staðnum og brjóta COVID-reglurnar sem augljóst var. Þá fór nú málið að snúast það hvort að lögreglan hefði máttu láta þess getið að hann hefði verið á staðnum og alls konar svona skoðanakúgun sem fór í gangi af hálfu ríkisstjórnarinnar eða stjórnvalda til embættisins. En hvert var tilefni þessara samkomu? Munið þið það? Tilefnið var að fagna því að Bjarni Benediktsson væri kominn fram með frumvarp Íslandsbankasöluna. Hann var sem sagt boðinn í einkasamkvæmi til vina sinna til að fagna því að nú væri verið að losa hlut ríkisins í Íslandsbanka. Segir þetta ekki svolítið bara andrúmsloftið í kringum þessa Íslandsbanka sölu? Svo annað sem að líka ég vil vekja athygli á, og þetta náttúrulega heimspekilegar pælingar, en ég bið ykkur að þreyja þær með mér. Það orðafærið í kringum þetta. Það alltaf talað þetta sem klúður. Það var líka talað til dæmis talningarmálið í Norðausturkjördæmi sem talningaklúður. En þetta ekki klúður. Þetta eru brot. Athugið það. Íslandsbankamálið brot. Það brot á trausti og trúnaði almennings og það af öllum líkindum brot á lögum. Og bara það að við skulum tala þetta sem einhvers konar mistök eða yfirsjón og fylgjast hálfspennt með því hvort að Bjarni komist upp með þetta, það ekki gott. Það ekki heilbrigðismerki. Ef við erum ekki sammála það að þetta sé grafalvarlegt mál sem ekki skuli líðast. Ekkert frekar en þetta kosningatalningamál í Norðvesturkjördæmi hefði átt að líðast. Ekkert frekar heldur en þetta brot á COVID-reglum í Ásmundarsal hefði átt að líðast. Og menn hefði átt að verða uppgamdi þegar fréttist hvert tilefni þeirra samkomu var. Ég sé þetta bara sem svona margþættan lið sem streymir að einni niðurstöðu og það spilling. Kannanir hafa sýnt, Ólína, að almenningur nú á því að þarna hafi verið brot, 87% í einni mælingunni og 7% töldu að bankasalan hafi verið í lagi. Þetta nú svona bendir til þess að siðferðis svona voginn í meginþorra Íslendinga sé í lagi. Já, sem betur fer, þá held ég að fólk sé að gera sig grein fyrir því hvað þetta alvarlegt og ég held að það hafi síast inn að undanförnu, alltaf betur og betur hvers eðlis þetta af því að við vorum vakin upp af sakleysinu þarna 2008, þá erum við aðeins meira á varðbergi núna. En það sem ég að vísa í, það þessi opinbera umræða og þessi umræða í fjölmiðlum, þar sem að orðnotkunnin með þessum hætti sem ég að segja. Og ég get líka skammað stjórnmálamennina, meðal annars þau sem sitja með okkur þetta ágæta fólk, að gæta að því hvernig þau nota orðin í sambandi við þetta mál. Þetta var engin klaufaleg yfirsjón, þetta Íslandsbankamál. Þetta var ásetningur alveg frá upphafi. Viljið þið þingmenn tjá ykkur þetta því hún beiti orðum til ykkar að gæta þess að tala ekki þetta sem klúður heldur sem brot? Já, ég bara sammála. Þetta ekkert klúður. Ég meina, þetta bara mjög alvarlegt. En það athyglisvert og eiginlega átakanlegt á sama tíma að fylgjast með umræðunni. Ég hef verið vænd það að vera óstjórntæk með því fyrir það að vera að vekja athygli á þessum brotum. Með hverjum við í Samfylkingunni þykjumst eiginlega ætla að vinna ef við erum svona gagnrýnin. Og svo hef ég líka verið vænd að vera ekki nú raunsæ af því að ef við seljum ekki bankann útvöldum á sérkjörum að þá munum við ekki geta rekið velferðarkerfið og heilbrigðiskerfið. Eins og þetta sé svona annarkvort eða eitthvað. Þannig að umræðan þetta afvegaleidd verulega. Og þetta sem þú ert að lýsa núna, Helga Vala, þetta náttúrulega bara dæmi
sko sjúkt viðhorf í stjórnmálum, en Sjálfstæðisflokkurinn hefur því miður alltaf beitt þessari kúgunaraðferð. Hvort að menn séu stjórntækir og dansiði eftir okkar hljóðpípu, þá viljum við kannski taka ykkur í ríkisstjórn næst. Ég verða hryggja þig með því að þessu sinni það ekki bara Sjálfstæðisflokkurinn. Nei, ég get alveg trúið að það væru fleiri farnir að tala svona, en þeir eru alltaf gert þetta hins vegar. Alltaf hreint. Já, þetta hefur því miður flokk og forsætisráðherra lært mjög vel á síðasta kjörtímabili. Þetta hugtak sem búið til af Sjálfstæðismönnum. Og ég hef nú grunum að þeir Sjálfstæðismenn telji Björn Leví Gunnarsson alls ekki stjórntækar. Maður tekur eftir í bara þegar að Bjarni Benediktsson og Björn Leví í sama herbergi, þá sér maður eiginlega svona bara reykinn út meiránum á fjármálaráðherra. Hann sendir ekki frá þessi svona líkamstjáningu til þín að hann muni vilja vera með þér í stjórn, Björn Leví, eða það? Nei, ég hef nú varla talað við hann einu sinni. Ég hef einu sinni yrt á hann svona í eitthvað í þingsal fyrir utan alltaf bara samskipti í ræðustól Alþingis, en utan ræðustól Alþingis held ég einu sinni talað við hennar mann og ég vist bara með áróður allt kemur til alls. Þetta er mjög merkilegt sko. Ég að starfa sem þingmaður og stjórnarskráin rosalega skýr með það bara, ég vinn samkvæmt minni sannfæringu, samvisku og ég spyr þeirra spurningar sem að mér bara finnst þeirra viðeigandi. Þetta er ekkert flókið við það. Ráðherra aftur á móti ber ákveðnar skyldur, ber ákveðna ábyrgð og lítur allt öðrum lögmálum heldur en þingmenn gera. Þannig að ég hef bara ekkert á móti því að kalla lögbrot. Mér finnst þetta tvímælalaust eiga við ráðherra ábyrgð, þetta sem gerðist hérna. Það er engin vafi í mínum huga um það, en ég hef ekkert á móti því að rannsóknarnefnd skoði það, þannig að það komi fagleg niðurstaða á það, en það breytir ekkert skoðun minni. Ef að niðurstaðan á einhvern hátt að þetta væri á einhvern stórfurðulegan hátt ekki vandamál, ekki lögbrot eða neitt svoleiðis, þá erum við mjög vondum málum með lögin okkar. Það er bara þannig. Þannig að mín skoðun alveg mjög skýr með það. Og þegar kannski ef ég nota klúður eða eitthvað svoleiðis, þá ég bara svona að gefa í besta falli þetta, við ætla að vera eins sanngjarn og ég mögulega get, en slíkt klúður vanræksla sem bara líka brot á lögum og ráðherraábyrgð, þannig að það enda alltaf það hvort þið En má ég aðeins í framhaldi af því sem Ólína var að segja, því að það er svo áberandi hvað þú ferði í taugarnar á Bjarna. Það er svona birtingamynd þess sem að Ólína er að lýsa, Sjálfstæðismenn alltaf að reyna að stýra umræðunni að það þarf að vera þeirra forsendum, annars er þetta bara uppþot og áróður og eitthvað svoleiðis. En Ólína er eiginlega að segja að þessar hugmyndir Sjálfstæðismanna nái raunverulega inn í almenna umræðu, sé ekki bara inn á þingi eða það sem að þingmenn er að tala saman, heldur séu svona margir fjölmiðlar sem að eiginlega gangast við þessu að umræða svona sé settleg og góð ef hún á forsetu Sjálfstæðisflokksins, en þeir sem eru með efasemdir það, að þeir séu með eitthvað svona uppþótt og áróður og séu að fara með umræðan út í móin og bláin. Upplifir það þannig að þetta eigi við ekki bara inn á þingi heldur svona í almennu umræðu í fjölmiðlum einnig? Já, algjörlega. Það var gamall uppgjafa sjálfstæðismaður sem kenndi mér fyrir nokkrum árum síðan hvernig í rauninni stjórnmálaskóli sjálfstæðismanna virkaði. Og það snýrist að ramma umræðina. Það er að segja að ef við ætlum að rífast eitthvað, þá þetta ákveðin svona sjómaður það hver dregur umræðina inn á sinn heimavöll. Stjórnar því hvaða sjónarhorn að nota. Og Sjálfstæðisflokkurinn mjög þjálfaður í því að draga umræðina frá rauninni aðalatriðanna. Og við glímum einfallega við það vandamál sem að mér finnst að fjölmiðlar þyrftu að vera duglegri að filtera í gegnum. Að þegar að tveir aðilar sitja í kastljósi eða eitthvað svoleiðis, sikkur með einu borð og eru að deila eitthvað málefni, að þá það alveg náttúrulegt fyrir okkur sem horfum á að halda með einum umfram hinn. Þessi að standa sig betur í orðinni, hann meira sannfærandi, þar af leiðandi hlýtur hann að vera rétt fyrir sér, óháð því hvað hann að segja efnislega. Það að vera rosalega sannfærandi, morfískeppnin þannig, án þess rauninni að
hafa rétt fyrir sér. Og það sem fólk gleymir stundum á að þegar að tveir deila, að þá tveir aðrir möguleikar í stöðinni en að annarkur þeirra hafi rétt fyrir sér. Að báðir hafa rétt fyrir sér, út frá sínum sjónarhornum sem slíkum, og að báðir hafi rangt fyrir sér. Þarna finnst mér svona vanta greiningu í umræðuna. Því að þegar ég spyr fjármálaráðherra bara hvort að hann telji það að vera hollt fyrir þjóðina að komast upp með að selja pappa sínum hluti í banka, að þá svarar hann bara með, ég stærri og sterkari Nana Búbú. Og Sjálfstæðisflokkurinn bara sponsor þetta svar á Facebook eins og það sé eitthvað svar. Maður heyrir þetta í leikskóla hjá krökkum sem líður illa. Ekki einsinni, leikskólakrökkum sem eru í bara að tala við mann almennt, dirfist til að grípa til svona orða. Það ekki nema allt þrjóti og varnir eru algjörlega horfnar sem fara að grípa í það ég sterkar en þú. Það bara, við veist ótrúlegt að fólk skuli einhvern veginn segja, já, negla, frábært svar. Hvar erum við stödd þegar að fólk bara, ég andvarpa dálítið bara. Herðu, Ragnar, má ég spyrja þig svipað og ég var að spyrja Ólínu áðan, hvað að Íslandsbankamálinu? Það bara rangt frá upphafi, bara skakt, lagt af stað, röng hugmynd, sem að hlaut að verða bara að einhverjum óskapnaði, eða þetta eins og Bankasýslan og fjármálaráðherra vilja segja í heildina yfir gott mál, þannig að bjuggu við til mikla peninga sem við getum notað, en það bara eru líklega einhverju óþekktar ángar þarna í verðbréfaguttar sem að eyðilega þetta fyrir okkur. Já, þetta ég held að þetta sé kannski dropinn sem að fylla ákveðin mæli bara hjá fólki og þjóðinni. Það blasti alveg við í hvað stendi í fyrri hluta sölunar og saga fjármálaráðherra í viðskiptum og svona bara álit almennings á því að fara í það að selja bankann, sérstaklega að losa eignir til þess að reyna að telja fólki trúum það að það þurfi að losa ríkiseigur til þess að standa undir einhverjum öðrum kostnaði sem að við getum vel staðið undir með þjóðargjaldmiðlunum okkar og sem betur fyrir sú rökhugsun farin að steypla svolítið vel inn í bara almenning og almenna umræðu að með okkar þjóðargjaldmiðl þá þurfum við ekki að við getum nánast prentað krónur fyrir því sem við þurfum að leggja út fyrir, sérstaklega þegar kemur að rekstri eða kostnaði innviða og svo framvegis, hvort það sé skynsamlegt og hvaða áhrif það hefur, svo bara önnur umræða. En ég held að þetta hafi bara farið yfir ákveðin mörk. Og það sem ég held að líka að stjórnarflokkarnir, Framsókn og Vinstri græni þurfa að fara að spyrja sig nokkuð stóra spurninga, þar sem þau hafa bæði Sigurður Ingi og Katrín hafa lýst yfir, og ráðherrarnir allir nánast, hafa lýst yfir skilyrðislausum stuðningi við Bjarna, að ef þetta fer á það stig að þau neyðist til þess að slíta stjórnarsamstarfi, hvort að þau endi, til dæmis eins og Vinstri grænir, endi eins og Björt framtíð, að stíga og seint inn í, taka ábyrgð of seint, eða hvort að þau skynji í rauninni að þetta mál mun ekki fara og þau mun ekki geta þvegið sig af þessu máli með því að bíða það af sér, með því að skipa einhverja rannsóknarnefndir, með því að reyna að telja þjóðinni trú það að upp sé niður og svart sé hvít og þar fram eftir götunum. Ég held að þetta sé bara komið á það stig að flokkarnir sem eru mynduð ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum þurfa að fara að spyrja mjög stóra spurninga og mjög fljótlega. Þar þeir alltaf hvaða skaða þetta mun á endanum, hver skaði á endanum verður. Ólína, má ég spyrja það því, hvernig heldur að VG hafi það í dag? Já, ég held að þeir hljóti nú að
það hljóta nú að vera innan tökur í VG í dag vegna þess að ég gæti trúað að þetta stjórnarsamstarf væri sumum félögum í VG erfitt og væri kannski hafið þegar verið orðið það áður en þetta byrjaði og sko þarna veit ég að náttúrulega vel þenkjandi og ágætis fólkin á milli og sannir félagshyggjumenn sko þeim mun átakanlegra að fylgjast með þessari atburðarás og sjá sko þingmennina hvern af öðrum skipa sér í varðstöðu með Katrínu utan Sjálfstæðisflokkinn. Maður skynjar samt að það er svona byrjað að molna undan. Bjarkey Olsen, hún svona aðeins byrjuð að reyna að fría sig frá þessu og það kæmi mér nú ekki óvart þó að það fjölgaði þingmönnum VG sem færu núna í svona upp úr þess svona hvað úr hverju að reyna að stíga frá. En það greinilega mjög harður agi á liðinu eins og staðan og þau eru náttúrulega vön því að lúta ströngum flokksaga ef að ég þekki kúltúrin þarna rétt. Svoleiðis að hvað þau halda þetta lengi út, það veit ég ekki, en það náttúrulega engin sko út frá sjónarhóli þeirra sem að aðhyllast sko stefnumál VG og hafa svona haft ákveðna sýn á þeirra erindin í íslensk stjórnmál, þá náttúrulega mjög furðulegt og undarlegt, bara satt að segja átakanlegt, að fylgjast með þessu. Það var hérna í síðustu viku, á 50. held ég var félagsfundur í VG svo var á netinu, svona einhvers netfundur en það lenga frétti verið þessu, ég bara manni ég það einustu frétt þetta þannig að þú varst að nefna aga. Já, ég held að það hafi með flokksagan að gera, ég held það satt að segja en það líka eitt sem ég hef verið að velta fyrir mér af því að sko nú stundum talað þetta mál eins og þetta sé bara eitthvað svona típist stjórn og stjórnarandstöðumál og þeir sem eru stjórnarandstöðu muni að sjálfsögðu sæta lagi og reyna að höggva í ríkisstjórnina núna út af þessu máli. Sko, þegar þannig talað, þá finnst mér menn svona horfa fram hjá því í rauninni hvað málið alvarlegt. En það að það skuli jafnvel í svona stóru máli vera talað það eins og dæmigert stjórn og stjórnarandstöðumál. Það svolítið áfellisdómur yfir stjórnmálamenningunni hérna og kannski sko þessari afleitu venju sem hefur náttúrulega viðgengist alla tíð að stjórn og stjórnarandstaða í þinginu vinna ekki saman eða sára lítið. Að vísu stjórnarandstaðan farin að fá eina formennsku í nefnd en það í raun og veru þetta ekki svona fjölskipað dæmi eins og víða á Norðurlöndum í þingunum þar. Og ég ekki frá því að það sé að hafa bara slæm áhrif á áruna í stjórnmálunum, ekki síst þegar koma upp svona alvarleg mál. Því þá svo auðvelt að afgreiða það sem skotgrafamál. Því að það þetta mál alls ekki, það miklu, miklu alvarlegt. Það svo alvarlegt að þegar það greint niður eftir stuðningi flokka afstöðu almennings til þessa máls að þá það meiri hluti sjálfstæðismanna sem ósammála hvernig stjórnvöld höndluðu málið. Helga Vala, hvernig heldur að VG hafi það í dag? Já, ég held að mörgum hverjum líður mjög illa. Það hefur nú hvarflast ansi mikið úr svona baklandinu skilst mér af þeim sem að voru þarna. Þetta gengur margir út strax í byrjun þegar þetta stjórnarsamstarf hófst. En aðeins talandi svona þennan aga, flokksaga, þá langar við að rifja þess upp að varaformaður Framsóknarflokksins kom fram í fjölmiðlum, talaði við Morgunblaðið og sagði að hún hefði varað við þessu öllu saman. Hún hefði varað við að þessi aðferð yrði notuð og sagði að þetta kæmi sér ekkert óvart. Svo lét hún ekki ná þessu í einhver tíma, daginn fyrir páskaleyfi, þá í dymbilviku, þá náði einhver fjölmiðill í hana og hún sagði ég ætla ekki að tala neitt meira við ykkur en there is more to come.
og sagði svo, nú ætla ég að fara í páskafrí og tala við ykkur eftir það. Og allir hugsuðu bara, hvað nú þetta? Hvað hún að boða? Nú svo fengum við hana, svo eftir páska í þessari viku sem var í síðustu viku, þá fengum við hana inn í umræðuna í þinginu þegar hún var komin frá Feneyjum og Róm, þar sem hún var á ferðalagi. Náðum henni inn á síðdegi, til þess að eiga orðastað við hana. Og þá breytist þetta úr því að hún vissi hvað gerðist, sem að notabene hafði verið hrakið af bæði forsætisráðherra og öðrum, að hefði ekki átt sér stað, að hún hefði hvergi bókað og svona. Þá kom hún fram og sagði að þau hefðu öll þrjú í ráðherranefndum efnahagsmál og framtíðarskipan fjármálafyrirtækja verið með efasemdir og athugasemdir við þetta fyrirkomulag. Ég veit ekki hvort hún hélt að þá myndi málið verða eitthvað minna alvarlegt, að það hefði verið einhver samstaða að þau væru öll mjög efins þetta fyrirkomulag, af því að þvert á móti þá var það auðvitað grafalvarlegt ef rétt að þau hafi öll haft efasemdir og öll ákveðið að kyngja samt þessum efasemdum sínum. Af því að nú hún auðvitað sérfræðingur í þessum málum, hún sérfræðingur í efnahagsmálum og bankamálum. Þannig að maður svona velti fyrir sér hvaða útspil þetta? Að fyrst segja ég var með efasemdir og boða svo frekari tíðindi, en svona einhvern veginn reyna svo að éta það ofan í sig með því að segja að það hafi nú eiginlega allir verið það. Þú veist, þetta orðið eitthvað mjög súrt ástand þarna, verð ég að segja, og þetta var í rauninni ekki sérstaklega svona gjöfult samtal sem að við áttum við ráðherrann þarna í þinginu. Þú hefur ekki náði hver það sem stýrir skipinu, ef þau þarna upp í brú eru með efasemdir hvert að fara, hver ræður þá að sé verið að sigla í þess átt? Nei, ég meina hvað að frétta? Þú veist, það annars vegar þessi 3 manna ráðherranefnd og svo þetta ríkisstjórnin öll og hvað? Ég meina, hver það sem ákveður að fara þessa leið ef að það eru svona miklar efasemdir? Er það Bjarni sem að segja bara jú, við ætlum að gera þetta svona og setjast það bara allir niður og segja já, þú hefur mest vita af þessu? Eða hver það sem ákveður þetta? Og það eru þessar upplýsingar sem við verðum að fá fram. Ég leyfi mér að efast að við náum þessum upplýsingum fram með þeim rannsóknaraðferðum sem nú hefur verið að beita. Annað sem ég langar aðeins að nefna líka, því að það var aðeins verið að ræða fjölmiðla hérna á hann, að ég alveg sammála því að þeir eru býsna veikir á Íslandi. Svona möguleikar þeirra til þess að kafa djúpt ofan í málin og fylgja hlutunum eftir eru mjög veikir og það hefur sést glögglega í þessu. Auðvitað eru einstakir fjölmiðlar og einstakir fjölmiðlamenn geta gefið sér tíma og þekkja málin mjög vel og það er auðvitað frábært að fylgjast með því. En það var áberandi til dæmis á fundinu með Bankasýslunni að það voru fjölmiðlamenn á staðnum sem að samt náðu í rauninni ekki svona stóru fréttunum úr því. Til dæmis þegar að formaður eða forstjóri Bankasýslunnar segir bara aðspurður að Bjarni fari með völdin og það er hann sem ber ábyrgðina. Hann svarar því bara alveg skýrt og er ekkert að draga úr því. En það var einhvern veginn enginn sem að fylgdi því eftir. Mér fannst það athyglisvert. Það var einhvers staðar túlkað sem þannig að þau var að varpa ábyrgðinni yfir á hann og hann tilbaka yfir á Bankasýslunni. Já, ég meina að þú veist, þeir gera auðvitað ekki neitt nema að hann stimpli það. Það er bara hann. Og svo hitt sem ég langar að minnast á og það er þetta kostulega viðtal við forsætisráðherra í Kastljósi. Því ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem ég hafi séð einhvern svona fylgja af festu eftir spurningum á Katrínu Jakobsdóttur. Og landsmenn bara supu hveljur. Það bara, maður sá það út allt, að fólk bara átti ekki að venjast þessu og allra síst Katrín sjálf. Þannig að þetta var mjög óvinnulegt að það væri bara, hún væri stoppuð og sagt bara nei, ég er ekki að spyrja þessu, nú verður þú að svara þessu spurningu sem ég er að beina þér. Ég held að þetta megi að einhverju leyti skrifa
skrifast á sko vanfjármögnun hjá fjölmiðlum og ofboðslega fækkun í blaðamannastéttinni sem að er mjög til vamsa en líka þessu smáa samfélagi að við þekkjumst öll svo mikið að þá verði einhvern veginn svona feimni við að vera bara ganga hreint í verks, svolítið eins og Björn Leifur var að segja það. Að þú sagðir að almenningur hafi sopið kveljur, áttuð almenningur hafi sopið kveljur yfir að Katrín hafi verið spurð svona eða yfir viðbröðunum og hvað var augljóst að hún bara reiknaði ekki með því að vera nokkurn tímann spurð? Já, í rauninni hvort tveggja. Maður heyrði það og sá það allt á samfélagsmiðlum og ég heyrði það líka þarna á laugardeginum og eftir á mótmælunum, það voru mjög margir að ræða þetta, hvað þetta hefði verið óvenjulegt. Fólk hefur bara ekki séð þetta áður, ekki hana í þessu setti sko. Í svona, það bara, og það er mjög misjafnt eftir stjórnmálamönnum hvernig er gengið á þá. Það er bara þannig, svo talað var hérna í upphafi. Það eru sumir sem eru bara með meira teflón einhvern veginn og fjölmiðlamenn einhvern veginn svona, gangi ekki eins hægt á það. Ég hugsaði eftir að ég sá þetta, sko, hvað var þetta eiginlega, því að þetta var svo skrítið þáttur, sko, því að það var svo skrítið að fylgjast með henni hvað hún var hissa yfir því að vera spurð. Þannig að maður vissi eiginlega ekki hvort að maður var að horfa og var þetta einhver harmleikur eða hvað var eiginlega sem ég var að horfa á. Heyrðu það Björn Leví, já, hún var hissa. Hérna Björn Leví, auðvitað ræður Bjarnesu, segir Helga Vala, eða hefur það óbeint eftir Bankasýslunni og þannig er það auðvitað, það er hans helsti trúnaðarmaður sem er formaður Bankasýslunnar og hann ræður hennar framkvæmdastjóra, áætlanir sem er lagðar fram, hann þarf að stimpla þær, maður svona reikna með því að þetta er eiginlega bara sami hópur, þetta er bara eitthvað klíka í kringum Bjarna sem er að selja bankana, ég meina þannig held ég að margir svona venjulegir fólk út í bæ upplifið að allt þetta tala armslengd er bara eins og það kom fram sko í umræðinni að fólk er að hlóa þessu af því að það passaði ekki við söguna að væri hérna nokkur armslengd. Er það ekki bara þannig að þessi sala, Bjarni ber náttúrulega ábyrgð á henni, en hann er líka höfundurnar eiginlega? Jú, sko, lögin eru alveg skýr með þetta og maður fer bara í sko atkvæðaskýringar og nefndarálit sjálfstæðismanna þegar þessi lög voru samþykkt að þá segja þau einfallega hérna er verið að setja allt vald í hendur ráðherra og það er alveg rétt. Armslengdin sem við verðum að tala er pínu svona villandi, notuð á pínu villandi hátt, sem var það þannig. Það er armslengd til hérna en hún á ekki við þetta. Hún á við það að Bankasýslan fái að starfa í rauninni á sjálfstæðan hátt og vinna sín verkefni. En hún fær alltaf leiðbeiningar frá ráðherra það hvernig á að framkvæma hlutina. Svo vinnur hún eftir sinni framkvæmd og maður skilur það alveg að fólk sjáu ekki að þetta séu tveir mismunandi aðilar, ráðherra og stofnun, út af ýmsum tengslum, stjórnmálalegum tengslum og svo framvegis þessara einstaklinga sem að koma þarna að. En ferlið á að vera þannig að Bankasýslan er að sinna svona faglegum hlutum en réttir síðan ráðherra niðurstöðuna af því sem að þarf að taka ákvörðun. Og hans ákvörðun snýst að passa upp á að allt sé hafi verið gert samkvæmt kúnstarinnar reglum. Hvort að hann sé hæfur til þess að taka ákvörðunina til dæmis. Ég tók dæmi það af, svona hlýsta dæmi, ef að ráðherra er að ráða starfsmann sem er að sækja þá erum við með hæfnisnefnd, tökum bara landsréttarmálið til dæmis. Það er hæfnisnefnd sem að skoðar alla umsækjendurna og lætur ráðherra fá, hérna eru 15 hæfustu umsækjendurnir, gjörðu svo vel. Og ráðherra, eins og í landsréttarmálinu, mátti alveg segja ekki þessi og ekki hinn, en varð bara að gera það á faglegum forsendum. Það viðurkenndi það allir. Og málið vandamálið í landsréttarmálinu er að ráðherra klúðraði því alveg, gerði það ekki á málefnalegan hátt. Og nákvæmlega það sama mátti Bjarni gera í þessu tilviki. Ekki klúðraði, manstu sem Ólína sagði, brautlega, ekki klúður, kannast klúður. Rétt, orðskipta máli. Þýðingin.
En má ég aðeins koma inn í þessa fyrirgeðu, Björn? Já, bara rétt að klára fyrirgeðu, en alveg fínt að fá fleiri sjónarmið þarna. En þetta mjög hliðstæð mál hvað það varðar hvar ábyrgð ráðherra Hann má fara og streika út einstaka tilboðshafa. En auðvitað væri það verri ef hann gerði það. Hann ætti að spyrja ýmsa spurninga eins og bara, ég hæfur til að taka? Einn af umsækjendunum fjölskyldumeðlimur minn? Því ef að svo að þá, þú veist, við erum með mörg dæmi það að það er verið að skipa dómara sem fjölskyldutengdur ráðherra á einhvern hátt og hann stígur frá og annar kemur í staði. Við erum með fullt af dæmi fyrir það er mjög vel bara dokumentað og samþykkt að það eðlilegt ferli og þetta nákvæmlega eins. Ólína. Já, sko, það þetta með armslengdina og sko, þetta eru ákveðin leiktjöld. Sjónarmiðið á bak við það að koma með stofnun eins og bankasýsluna eru auðvitað þau að tryggja ákveðina, hvað maður að segja, faglega umsýslu sem sé ekki alveg undir hælnum á hinu stjórnmálalega valdi og geti girt fyrir ákveðnar hættur og pytti. En svo bara staðreyndin þannig í okkar litla landi að stjórnvöldin á Íslandi, þeir sem ná völdum í ríkisstjórn hverju sinni, þeir líta á það sem hlutverk sitt að manna alla pósta og allar stöður í embættismannakerfinu og hjá stofnunum sem tengjast ríkinu með pólitískum hætti. Þannig að þetta eru félagar, skólabræður og flokksfélagar sem eru í raun og veru handbendi valdhafanna. Og þetta náttúrulega verulegt vandamál og sko smæð okkar samfélags hjálpar auðvitað ekki til. En við heyrum það líka að sko sjónarmiði þegar menn eru farnir að sitja svona vel í valdinu eins og Sjálfstæðisflokkurinn og allir sem í kringum þá dansa eru farnir að upplifa það sem eitthvað náttúrulögmál að þetta sé valdaflokkurinn og þarna sé valdið. Að þá mengast líka sko hugarfarið og afstaðan. Og það sáum við til dæmis mjög vel á svörum fulltrúa bankasýslunar fyrir þingnefndinni þegar þeir voru aðspurðir hvort þeir hefðu þegið gjafir eða greiða í tengslu við þessa bankasölu. Og ég man bara að einhver sagði, já mér leið nú illa yfir þessari spurningu, ég velti nú fyrir mig hvert þetta væri nú ekki oflangt gengið, en þá heyrði ég svarið. Svarið nefnilega sagði allt sem segja þurfti í raun og veru sjónarmiðið. Þeir sáu ekkert athugavert við það að vera að þiggja rauðvínsflöskur og matarboð og flugelda af sömu aðilónum og þeir voru að fela verkefni. Þetta nú bara litla Ísland en ég held að almenningur á Íslandi, hann búinn að fá ofan í kok af þessu. Fólk sér þetta í raun og veru. Það í rauninni bara valdhafarnir og þessi samtryggingaflokkar sem sjá þetta ekki að því þeir eru orðnir svo vanir því að sitja við kjötkallana. Að þeir eru hættir að bara einhvern veginn, þeir eru farnir að missa sansinn fyrir því hver ábyrgð þeirra og hvernig maður eigi að standa undir trausti gagnvart almenningi og sínum umbjóðendum. Látum þetta vera lokaorðin í kvöld. Þau vísa svolítið til mótmæla sem hafa verið búið. Það hafa verið mótmæli í 4 laugadagar, reyndar föstudaginn langa og svo verður það aftur núna á laugardaginn næsta. Hvet fólk til þess að mæta, það bæði á Austurvelli og Ráðhústorginu. Dagskráin ekki komin, það svona ekkert spennandi veðurspá, geti verið rigning og ég veit að það voru einhverjir ráðagerðir í undirbúningshópnum að útvega sér gula reglífar svo að fólk gæti komið og staðið þótt að væri rigning. Gula reglífar voru notaðar í mótmælum í Hong Kong sem að snerust það að fólki ætti að ráða, að það ætti að vera lýðræði í Hong Kong en ætti ekki að vera byggt undir vald eins flokks sem náttúrulega annar flokkur en Sjálfstæðisflokkurinn. En kannski verður það einkenni ef það rignir, að þá verður það einkenni á Austurvelli á næsta laugardag að þar verður haf af gulum reglum. Sjáum til. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir í kvöld, Björn Leví, Helga Vala, Ragnar Þór og Ólína Kjerúlf.
Ég er að hlustuðu fyrir að staldra þetta við, ég sé það á skjánum að það eru margir sem hafa verið að hlusta á ykkur, hvet ykkur til þess að læka þennan þátt og deilunum, læka síðu samstöðuna bæði á YouTube og á Facebook, þau sem að vilja styrkja samstöðuna geta gengið í Alþýðufélagið sem er fjárhagslegu bakkjarl samstöðuna, það er gert með því að fara inn á samstöðin.is og skrá sig þessi félag, en ég þakka fyrir í kvöld.